Ríkisútvarp unga fólksins, útboðsgögn Fríðu Maríu Ingibjargar Snorra, Rannveigar Jónínu og Steinars Loga. Tónlistarstefna stöðvarinnar, það yrði alfarið það vinsælasta, það sem bara heitast í dag og getur náttúrulega orðið ískalt á morgun. Og því verða sérfræðingar okkar alltaf með puttan á púlsinum í nýrri tónlist. Hlustendur geta þó einnig hringt inn eða beðið lög á netinu og við munum að sjálfsögðu verða við óskum þeirra enda útvarp allra landsmanna. Tekjuöflun yrði í formi styrkja frá fyrirtækjum meðal annars og þá yrði einhver þáttur í boði ákveðins fyrirtækis og fyrirtæki fengi þá umtal, kynningu svona reglulega í þættinum og eins gert ráð fyrir styrk frá móðurfélaginu, RÚV og OHF. Nú auglýsingar yrði náttúrulega spilar á milli laga og milli umræðna í þáttunum bara eins og gengur og gerist á öðrum útvarpsstöðum. Til að kynna útvarpsstöðina þá þurfum við að ná til unga fólksins, fara í skóla, félagsmiðstöðvar, vinnustaði og fleira og einnig þarf að auglýsa í sjónvarpi og vefmiðlum, öllum samskiptamiðlum internetsins og svo náttúrulega í öðrum útvarpsmiðlum. Og þá einnig hægt að dreifa varningi svona eins og vassbrúsum, bólum, lyklakippum, jafnvel USB-lyklum og þá með logoðu stöðvarinnar til að auglýsa hana ennþá meira. Svo náttúrulega þetta hafa einhverja leiki, þeir draga alltaf hlustendur á viðtækjunum. Logo útvarpsstöðvarinnar, það yrði í anda Ríkisútvarpsins sem að mun hjálpa til við að auglýsinga herferðina þegar stöðin verður opnuð. Nú það sem að stöðin náttúrulega undir Ríkisútvarpinu, þá verður að vera tenging þarna á milli og logo RÚV, það mönnum kunnulegt, margir tengja sig við stöðina. Og við viljum halda því eins og það þó með smá breytingu sem að gæti þá ná til unga fólksins. Logoðun urðu reynda fleiri en eitt, þannig að okkur datt í huga að væri bara að halda keppni og bara hvaða logo verður fyrir valinu. Og það var að hafa verðlaun þá í formi þess að viðkomandi fengi að vera með í þætti eða eigin vali eða taka beinan þátt í þætti eða eigin vali. Það var samt einhverju svona smottir í eins og út að borða fyrir 2. Hér eru helstu þættirnir sem að yrðu á virkum dögum. Þetta eru eins og þættir þannig morgunsári til að hrista fólk fram úr, ljúf tónlist, spjallþættir og náttúrulega pólitíkin, má ekki gleyma henni, eða lögum unga fólksins. Nú það yrði reynt að höfða til sem flestra í tónlistavali, fjallaðan tölvuleiki, tísku, ekkert síður en íþróttir eða slúður. Nú eins og morgunþátturinn Ræs, þar eru 2 umsjónamenn, helst karl og kona, fjalla bara hitt á þetta og málefni líðandi stundar. Vínillinn, þar eru gömul tónlistspiluð, beint af plötum og spjalla við tónlistafólk og feril þeirra og áhugamál. Og þátturinn Pólitíkusar teknir á teppið. Þarna myndi koma pólitíkusar úr hinum ýmsu flokkum, spjallum feril sinn í pólitíkinni, hvers vegna þeir ákveða að fara í pólitíka og svona því að stjórnandi geti lagt fyrir þær einhverja spurningar og svona létt grilla þá. Og eins mætti bjóða hlustendum þarna og hringa inn og leggja spurningar fyrir gestin. Og það eru svo lög unga fólksins. Þá í þessum þætti hringja hlustendur inn eða senda tölvupóst eða beiðnum laga gegnum Facebook eða einhvern veginn gegnum netið. Og þátturinn spilar einungis tónlist sem hlustendur hafa valið. Helgardagskrá, hún yrði létt og ljúf, hispurslaus með þáttum eins og ljúfi tónar. Og þar sest niður með viðmælendur sem hlustendur hafa bent á sem áhugaverða og spiluð kvikmyndatónlist á milli atriða. Við viljum dálítið tengja tónlistina við það efni sem er útvarpa hverju sinni og teljum að muni auka fjölbreytni í tónlistaúrvali og eins þá viljum við bara að lög verði kynnt, ýmist út eða inn og helst bæði. Þannig að fólk viti hvaða lagur verða að spila hverju sinni, svona eins og var gert í gamla daga. Þátturinn Kósí, það svona spjall og skemmtileg tónlist til að gera sig upp fyrir vikuna. Og hvað að ske? Í þessum þætti þá eru þekktir einstaklingar og menningarheiminum. Þeir spurði spjörunum úr. Þátturinn Allt í steik. Þar geta hlustendur hringt inn og kvartað yfir hverju sem er. G-lykillinn, það tónlistaþáttur. Þar væri 2 félagar og sinfóníuhljómsveit unga fólksins. Velja sína uppáhalds klassísku tónlist. Segja frá upprunalagana og höfundu þeirra. Bókaormurinn, þá hringja hlustendur benda á góða bækur sem slæmar. Nú Póliester og hör. Þar yrðu mjúku málinni brennidepli
viðtöl tekið með fólk líðandi málefni og þar geta líka hlustendur tekið þátt, spurt spurninga, tjáð skoðanir sínar og þátturinn afsækir hlé. Þar þið spilið tónlist eins og enginn sé morgundagurinn. Hérna má sjá niðurnjörfaða dagskrá virka daga og útsending hefst 7 á mótana og stendur til 7 á mótana. Við settum þetta ekki fréttir inn á fasta staði en við hugsa okkur það sem sameiginlega hlutan ásamt þættinum ljúft spjall. Þar sem rætt við fólk sem hlustendur hafa sjálfir bent á að séu áhugavert. Og hérna svo bara helgardagsskráin frá 7 til 7 og hún náttúrulega fjölbreytt líka.